Ok, nú ætlum við að fjalla Venus og við ætlum að ræða af hverju Venus er stór undarleg reikistjarna og að hvaða leyti hún er lík eins og jörðinni en að hvaða leyti hún er ólík jörðinni líka og hvaða vísbendingar aðsteðjandi hættu fyrir jörðina við getum dregið af Venus. Venus er ákaflega áberandi, svo áberandi að það eru bara tveir hlutir á himninum sem eru bjartari. Það er sólin, sem er alltaf langbjartasti hluturinn og þegar hún er á lofti þá sést oft ekki það annað. Það er tunglið, sem er mjög bjart, getur verið svo bjart að maður geti séð hvert maður er að fara í annars myrkri. Og þriðji bjartasti hluturinn á himninum er Venus, sem stundum lítur út eins og lítið tungl frá jörðinni. Og Venus hefur í gegnum söguna alltaf verið álitin ofsalega falleg og fögur og í flestum svona goðsögnum þá er hún ástargyðjan. Þannig að ég vil að þið þekki þessa tengingu og það er frægt ljóð á íslensku eftir Jónas Hallgrímsson ástarstjörnu yfir Hraundranga og það er þar sem hann var skotinn í einhverju stelpu fyrir norðan og þá sá hann þessa ofboðslega fallegu stjörnu á himninum og það hefur líklega verið Venus. Og Venus er náttúrulega nafn á ástargyðju. Ok. Hvar er Venus í sólkerfinu? Sólin er í miðjunni. Þá er sú reikistjarna sem er næst sól er Merkúr, eða Merkúríus, og hann er svo lítill og aumur að hann getur ekki einu sinni, hann verður ekki efni á lofthjúp. Sólin er löngu búin að blása lofthjúpnum í burtu frá Merkúr. Og hann er svo lítill og hann hefur ekki nóg aðdráttarafl. Síðan kemur Venus. Og þar fyrir utan er jörðin. Og af því að Venus fer styttri hring sólina þá er mjög rökrétt að hringferðin taki styttri tíma sem hún gerir. En Venus fer líka aðeins hraðar heldur en jörðin. Venus bara ferðast örlítið hraðar. Og þetta tvennt verður til þess að árið á Venus er styttra en á jörðinni. Á jörðinni er árið 365 og 1/4 dagar. Það er sérst einn hringur utan sólina. En á Venus er þetta ekki nema 225 dagar. 225 dagar. Jarðardagar, það er að segja. Dagur náttúrulega merkir mjög staðbundið hlut. Ok. Það sem er undarlegt við Venus, mjög undarlegt, er að ferð Venusar utan sólina er næstu því fullkominn hringur. Ég veit ekki hvað ég var að gera, en það munar ekki nema einhverju broti og prósenti á að Venus fari hring utan sólina. Það er allt annað heldur en jörðin. Jörðin fer miklu meira sporuskjulega svona lagað í kringum sólina. Á meðan Venus fer hring. Hitt sem er undarlegt við Venus, mjög undarlegt með að segja, er að Venus snýst í annan hring sjálfa sig en allar aðrar reikistjörnur. Hér hefur jörðin og Venus. Ef jörðin snýst þennan hring, þá snýst Venus akkurat í hinn. Og allar reikistjörnurnar snúast eins nema Venus. Og hún snýst ofboðslega hægt. Og hvernig skyldi standa á því að Venus snýst í aðra átt heldur en allar hinnar reikistjörnurnar? Það er í sjálfu sér ekki vitað fyllilega. En það hlýtur eitthvað að hafa gerst og það sem menn halda hljóta hafa gerst er að hér er sólin og Merkúr
og Venus og jörðin og það má geta þess að vegalengdin frá sól til jarðar, ef hún er 1 eða 100, þá er vegalengdin í Venus svona cirka 72,3. Þannig að Venus er miklu nær jörðinni heldur en sólinni. Það sem hlýtur að hafa gerst er að það hlýtur einhvern tímann eitthvað að hafa komið hérna og lent í árekstri við Venus. Og ekki bara stoppað snúningarnar, heldur láta hann að fara að snúast hægt í hina áttina. Það er eina rökrétta skýringin á því af hverju Venus snýst réttsælis á meðan allar hinar reikistjörnurnar snúast í rangsælis. Ok, aðdráttaraflið á Venus, aðdráttaraflið ræðist af massa. Það fer bara eftir hvað þú stendur á þungri plánetu, hvað aðdráttarafliðist er. Og ef þú myndir sleppa hlut á jörðinni, nátt í loftbelg og kastar einhver út. Aðdráttaraflið er mælt í því hversu hratt þessi hlutur hrapar. Á jörðinni myndi þessi hlutur hrapa 9,8 metra á sekúndu og hann myndi bæta þessum hraða við á hverri sekúndu. Þannig að hann fyrir næst í 20 metra hraða á sekúndu nr. 2 og 30 metra tæpa á sekúndu nr. 3 og hann fyrir alltaf hraðar og hraðar af því að jörðin togar í hlutinn. Þó hann sé komin á ferð þá heldur hann bara áfram að toga. Á Venus myndi, ef loftið væri eins á Venus og jörðinni, sem það er reyndar ekki og hefur áhrif, en ef að loftið væri eins, þá myndi hlutur á Venus hrapa tæpa 9. Þannig að það munar ekkert rosalega miklu. Enda eru Venus og jörðin næstu því jafn stór. Það munar bara örlitlu á massa og stærð. Ok. Lengi héldu menn að við getum hugsanlega flutt á Venus. Þegar við værum búin að eyðileggja jörðina, þá væri allt komið í rugl hjá okkur. Þá væri bara hægt að pakka saman og fljúga bara yfir á Venus, af því hún er svipað stór og allt svona ósköp svipað. En nú vitum við að Venus er einhver ógeðslegasti staður í sólkerfinu og við munum aldrei geta lifað þar. Og af hverju er það? Af hverju er Venus svona ofboðslega ógeðslegur staður? Svo ógeðslegur að menn hafa jafnvel talað um að Venus sé það næsta sem kemst í að vera raunverulegt helvíti í alheiminum. Ástæðan er sú að Venus lenti í vítahring, líklega, þetta er allt bara kenningar, að einu sinni hafi bara verið þægileg stemning, bara þar hafi verið svona notalega heitt og gott að vera og bara svipað á jörðinni. En svo hafi smátt og smátt síða ógæfuhliðina þangað til að fór í stað spírall sem var ekki hægt að stoppa, sem eyðilagði Venus sem vistaveru fyrir líf. Og vegna þess að Venus var einu sinni mjög svipað staður og jörðin, þá taka með þessar rannsóknir dálítið alvarlega. Málið er að munurinn á Venus og jörðin í dag er sá að lofthjúpurinn utan Lofthjúpurinn utanum Venus er allt öðruvísi en á jörðinni. Þetta eru bæði reikistjörnur sem að hafa fjöll og meira að segja eldfjöll. Það eru eldfjöll á Venus og jörðinni. Það er að vísu engin merki að séu flekar á Venus eins og á jörðinni. Þannig að ef hérna megin er jörðin, þá er engin flekar á Venus. Það er bara ein skel utanum alla plánetuna. Þær eru úr svipuðum efnum, þannig að bergið eru úr svipuðum efnum og hérna örugglega eitthvað svipað þar fyrir neðan. En munurinn er sá að til dæmis þegar kemur eldgos sem gerist bæði á Venus og jörðinni, að þá skiptir öllu máli á jörðinni að hafa sjó. Og ég ætla að útskýra núna af hverju. Þegar að eldfjall gýs þá streyma út fjöldamörg efni. Það er meðal annars bara vatn eða vatnsgufa, H2O. Og það gerist alveg eins og Venus, eins og jörðinni.
fullt af því og það kemur náttúrulega líka koltvísýringur, koldíoxíð, hellingur af því á báðum plánetum og fleiri efni, þar á meðal eitt sem við skulum tala um í viðbót, það er brennisteinsdíoxíð. Öll þessi efni streyma út í loftið. Á jörðinni fara þau bara að dreifast út frá eldstöðinni og sjórinn, vegna þess að það er yfirleitt ekkert langt í sjóinn frá eldfjöllum, sjórinn bindur þessi efni í sig. Vatni er náttúrulega fyrir sjóinn, en það er fyrst og fremst það sem gerist með hinn efnin, brennisteinsdíoxíð og CO2, koldíoxíð, að þau bindast sjónum. Og það er miklu meira magn af CO2 í sjónum á jörðinni heldur en í loftinu. Og síðan með tíð og tíma að þá sökkva þessi efnir á botn og kannski safnast fyrir í lífverum og þörungum og svömpum og einhverju drasli sem drepast og leggjast á hafsbotninn og mynda hægt og rólega setlög niðri sem verður hinn nýji hafsbotn og þannig hægt og rólega verða þetta hluti af jarðskorpunni á jörðinni, þessi efni. Og síðan fara þau bara hring, það er að segja, svo koma þau einhvern tímann bara seinna upp með eldgosi og fara annar hring. Og eins var þetta örugglega á Venus. En svo virðist vera að það skiptir máli að Venus er aðeins nær sólinni, að þegar að sólin fór að hlýna, sem við vitum að gerðist, einu sinni var sólin ekki nærri því eins sterk og hún er í dag, að einhvern tímann á einhverjum tímapunkti fór af stað ferill sem var þannig að sjórinn á Venus fór að gufa upp. Og safnast fyrir í andrúmsloftinu. Og við það var bara eins og það bættist teppi ofan á sjóinn, vegna þess að vatnsgufa og koldíoxíð og brennisteinsdíoxíð, þetta er allt öfluga gróðurhúsalofttegundir. Og þegar að sjórinn byrjar að gufa upp og verður að gufu, þá bara hitna plánetan ennþá meira. Og þá fór sjórinn að lækka og lækka uns ekkert var eftir, eins og það er í dag. Í dag er engin sjór. Mesta vatnsgufunni er búið að breytast, þannig að hún finnst ekki lengur á Venus. Hún er bara búin að taka efnabreytingum og partur af því bara fara út í geim. Og langmest af lofthjúpnum á Venus er koldíoxíð. Þannig að við höfum massíft loftslag, mjög þykkt vegna þess að það er ekkert gas að festast í sjóinn. Þannig að loftþrýstingurinn niður á yfirborðinu er 90 sinnum meiri heldur en loftþrýstingurinn á yfirborði jarðar. Það er 90 sinnum þykkari lofthjúpurinn, sem veldur því að það að standa á yfirborði Venusar er svona álíka eins og að kafa á kílómetri dýpi í sjóinn á jörðinni. Það myndi alltaf að drepa þig líklega, en það sem drepur þig fyrst og fremst eru þessar eitruðu gufur, brennisteinninn sem myndi bræða þig, kolvetni sem myndi kæfa þig og hitinn sem myndi drepa þig. Því að hitinn á Venus er 480 gráður á Celsius. Og það er nokkurn veginn jafnt alls staðar, meðal annars vegna þess að Venus snýst svo ofboðslega hægt að það var hægt að hjóla hraðar heldur en dagurinn líður þar. Þú getur setið á hjóli, ef það myndi ekki bráðna í brennisteinsgufunum og þú myndir ekki vera dauður á öðrum ástæðum, þá getur þú hjólað og setið þess að þú væri alltaf staddur á hádegi, sólin væri alltaf beint fyrir ofan þig. Og það sem meira er að maður miðar ekkert sólarhring sem á jörðinni er tæpir 24 klukkutímar,
Þú miðar það ekkert við sólina í svona tilfelli, þú miðar það bara við heilan snúning. Og heill snúningur á Venus tekur 240 Þetta nú við. Nei, við erum enga pásu. Við finnum þetta. 243 daga. Þannig að dagurinn á Venus tekur 243 jarðardaga. Sem þýðir að dagurinn á Venus er lengri heldur en árið. Það tekur styttri tíma fyrir Venus að fara hring utan um sólina heldur en að fara hring utan um sjálfan sig. Eftir árekstur þarna. Og þetta meðal annars hefur valdið því og þessi þykki lofthjúpur að meira og minna allstaðar á plánetunni er jafn heitt, 480 gráður Celsius. Og þá er spurning, gæti þetta gerst á jörðinni? Gætu við misstjórn á hitastiginu þannig að það myndi myndast keðjuverkun og við myndum ofhitna? Fræðilega séð já, við getum það alveg. Við vitum að það hafa alltaf verið hitabreytingar. Jörðin hefur hlýnað og kólnað til skiptis. Og við vitum að það gas sem hefur haft mesti áhrif á þetta er koldíoxíð. Og það er ekkert fullkomin fylgni en maður sér alveg að það er ákveðin fylgni að á milli. Því meira koldíoxíð sem hefur verið í andrúmsloftinu, því heitar hefur jörðin verið. Og við vitum að núna erum við að því er virðist að missa stjórn á báðu. Það er að aukast svo mikið koldíoxíð í andrúmsloftinu að jafnvel þó við hættum að deila því út núna, þá er ekkert 100% öruggt að við náðum að stoppa hitahækkunina. Og hitahækkunin hefur verið töluverð. 1988 var heitasta ár sögunnar fram að því, sem síðan menn fóru að mæla. Síðan þá eru næstum öll árin heitari en það. Og hvað er svona hræðilegt sem getur gerst? Jú, nokkur hlutir. Það er ýmislegt sem getur gerst. Í fyrsta lagi, þá hafa menn alltaf byggt borgirnar sínar við sjó. Af því að siglingar hafa alltaf skipt máli. Og ef jörðin hlýnar, þá ekki bara þenst sjórinn út af því hann er heitari og tekur meira pláss, heldur bætist í hann þegar bráðnar vatn. Og þetta geti gerst. Heilu borgirnar getur verið út í sjó í nýrri strandlínu. Þannig að borgir fara á kaf, hugsanlega. Já, mjög líklega. Það er slæmt. Og eina leiðin til að bregðast við því er annaðhvort að flytja borgirnar innar í land eða reisa varnargarða. En til dæmis í New Orleans í Bandaríkjunum, þar reistu menn varnargarða og svo er borgin þar fyrir innan. Að varnargarðarnir duga þegar ekkert er að, en þegar það kemur brjála veður og fellibylur eins og gerðist í New Orleans 2005, að þá verður svo mikill vindur, eins og með fellibylnum Katrínu, að það fellur þrýstingurinn í andrúmsloftinu, vindur er lítill loftþrýstingur, og þá lyftist einfaldlega sjórinn upp, togast upp, og það var það sem gerist í New Orleans sem kaffærði borgina, með stórkostlegum og hörmulegum afleiðingum vegna þess að bæði dó fólk og byggingar eyðilögðust, en líka það bara efnahagsáhrifin. Hús eyðilögðust og einhverjir bankar áttu í þessum húsum og þeir fengi ekki neitt fyrir þau. Þannig að kom bara svona smá kreppa. Og ef þetta myndi gerast í Tókjó eða New York eða einhverja stóru borgunum, þá myndi það hafa gríðarlega vond áhrif. Annað atriði er veðrið, þetta hér, veðrið. Að við vitum ekki hvað áhrif þetta hefur á veðrið. Allt í einu fara að verða til einhverjir risastormar og eitthvað sem við höfum ekki séð áður og höfum ekki getað undirbúið okkur undir.
Og þriðja atriðið er að með því að hita jörðina, það hér er Indland, svo koma hérna Indonesia, Thailand, Kína hérna, Japan hérna niðri, Arabíuskaginn og þetta allt saman, að stærsti hluti mannkyns lifir með því að drekka vatn sem er geymt í Himalajafjöllum. Ef þetta vatn bráðnar og það minnkar á hverjum vetri forðinn sem safnast í fjöllin og kemur minna og minna vatn á vorin og sumrin, þá einfaldlega fer fólk að svelta. Það verður ekki hægt að rækta land, það verður ekki hægt að gefa dýrum, það verður ekki hægt að framleiða kjöt eða mat og þá getur orðið stórkostleg hungursneyð. Og getur jafnvel orðið þannig að segjum að Pakistan og Indland hérna fari sérstaklega illa úti, sem er ekkert rosalega líklegt, samt, að það hversu mikið þau vantar vatn getur orðið til þess að þau fari að ráðast á löndin í kringu sig til að ná í meira vatn. Og það hafa svo sem orðið stríð út af svona hlutum. Þannig að fólk getur soltið og farið í stríð við hvert annað af því að það sveltur, veðrið og vatnsyfirborðið. Og hvað getum við þá gert til að koma í veg fyrir þetta? Á jörðinni er það fyrst og fremst þetta hér. Við þurfum að hætta að dæla þessu af óþarfa út í loftið, því að þetta mun hita jörðina meira. Og hvaðan kemur þetta? Þetta kemur úr öllum bruna. Þetta er afleiðing af öllum bruna, þar sem kolefni er brennt og festist við súrefnið. Kerti eru kolefni, við borðum kolefni og við komumst ekkert hjá því að framleiða þetta því að við öndum þessu frá okkur. Við munum alltaf anda þessu frá okkur og öll dýr anda þessu frá sér. En við þurfum ekki að keyra bara bíla sem brenna kolefni og framleiða koltvíoxíð. Við þurfum það ekkert. Við þurfum ekkert skip sem sigla á milli landa og dæla frá sér koltvíoxíði. Við þurfum kannski eitthvað áfram að nota flugvélar, en það á að vera hægt að búa til aðra orkugjafa líka fyrir þær. En af hverju erum við þá að halda áfram að dæla þessu út? Jú, fyrst alveg alltaf vegna þess að þetta kostar peninga. Bæði eru fyrirtæki og sem að selja okkur allt þetta eldsneyti, bensín, olíu eða eitthvað. Svo kostar helling að taka fjölskyldubílinn bara og henda honum á hósi nýjan eða breyta honum. Og það kostar að þróa nýja tækni. En svo er líka hitt að það er ákveðin hópur manna sem segist bara ekki trúa þessu. Það segist bara ekki trúa því að það sé koldíoxíð sem valdi þessum vandræðum. Það getur vel verið að sé eitthvað allt annað og jörðin sé jafnvel ekkert að hlýna. Þessi menn er í miklu minni hluta, en þeir eru samt til og margir er að tengjast dálítið þeim sem græða á því að gera ekkert í þessu. Þannig að hvað ætla stjórnmálamennirnir að gera? Hvað eru mennirnir á Alþingi að hugsa og konurnar? Hvað ætla þau að gera? Ætla þau að banna bensínbíla? Nei. Ætla þau að hækka skatt á bensíni? Það er ekkert rosalega vinsælt. Hvað geta þau gert? Það sem flestar þjóðir heims er að verða sammála er að besta leiðin til að díla við þetta sé að láta það kosta meira að nota þetta. Leggja skatta, hækka gjöld og fá fólk til að skipta þannig. En það eftir að koma í ljós hvort það gengur upp. Og í Bandaríkjunum núna, sem er alltaf risaland,
sem dælir miklu á þessu efnum út, að þar eru menn að reyna að vera forsetar sem trú ekki einu sinni að koldíoxíð sé vandamál.